Já, þá nú komið að fá spurningu frá ykkur nemendum. Fyrsta spurning, gjörðu svo vel. Já, hæ, ég heiti Birkir og ég vildi beina spurningu til Þóris. Hefur tilkoma Facebook og sértakkans breytt, kannski ekki siðferðisvitund, en svona afstöðu fólks gagnvart hjálparstarfsemi? Ég gæti alveg trúa því að það sé þannig. Ég hef ekki velt þessu fyrir mér en það eru svo margir sem eru að deila og það sem að gerist náttúrulega að þetta safnast saman og þeir sem að deila mest, það efni svona flýtur upp á yfirborðið. Þannig að það er allavega þarna möguleiki fyrir það að sko, þau málefni sem að fólk lætur sig mest varða, að þau svona fljótu upp á yfirborðið í umræðinu og ég held reyndar að það hafi gerst. Og það sem er náttúrulega gerst líka varðandi Facebook almennt er að fólk sem að svona er áhugasamt þróunarsamvinnu og hjálparstarf almennt, að það er svolítið saman á Facebook, en það sem að gerist líka þá er að hinir eru þar ekki. Þeir eru einhvers staðar annars staðar. Þannig að þegar að umræðan fór fram að mestu leyti í þessum almennu fjölmiðlum, þá var það eitthvað sem að náði til allra, allir fengu mokkan á morgnana. Það er ekki þannig núna, menn eru svolítið að fara í sína afkima og það á við Facebook, þannig að ég held að það hafi ýmislegt breyst, en ég myndi ekkert endilega segja breyst til batnaðar eða breyst til hins verra. En svona siðferðisvitundin, sko við svona veltum því fyrir okkur að hvort að fólk verði svona meðvitaðara þá, er það kannski líka meiri þrýstingur á fólk þegar það er verið að deila? Hefur þið eitthvað hugmyndir það eða svona pælingar það? Hvort að við erum bæði kannski öfgarnar líka báðar að verða sterkari eða hvað? Það er það sem er oft talað að sko, þegar við erum ekki með almanna fjölmiðil, einhvern einn eða tvo eða þrjá sem að allir eru að fylgjast með, þá ertu að búa til hópa. Ég man bara eftir þessar umræðu í Bandaríkjunum á sínum tíma, þegar ég var að læra þar fyrir margt löngu, að þá höfðu menn miklar áhyggjur af tilkomu kapalsjónvarps, vegna þess að þá væri fólk ekki alltaf að horfa á sömu fréttatímana. Já, svo kannski tekið eftir hver deilir hverju, á hverju deildir þú ekki þessu? Já. Það getur orðið einhver svona hópþrýstingur. Já. Og einhver svona jafnvel, já, svo hef ég reyndar velti aðeins fyrir mér hvort það geti orðið, sko, af því að þú talaðir svona þau málefni sem fljóta upp á yfirborðið, hvort það geti orðið svona eins og vinsældakeppni, sko, að ákveðin málefni verði vinsæl af því að það eru svo margir sem deila þeim. En svo eru kannski önnur málefni sem eru alveg jafn verðug og full ástæða til að veita þeim athygli, en einhverja hluta vegna þá fá þau ekki þessa athygli á Facebook og þau hverfa einhvern veginn og þannig að þetta getur orðið eins og, já, svona einhver svona vinsældakeppni og það er náttúrulega ekki góð þróun. Nei, og gott dæmi þetta höfum við bara í dag og síðustu daga þegar að menn er að spyrja, af hverju eru fjölmiðlar bara að tala hryðjuverkin í París en ekki hryðjuverkin í Beirut 2 dögum fyrr eða hryðjuverkin í Bagdad og svarið er eiginlega það, þeir fjölluðu þetta allt saman. En það er París sem að næri í gegn vegna þess að það er það sem við erum að fylgjast með. Við fylgjumst bara ekki með hinu. En það gerðist og það var talað það. Já, þetta er náttúrulega umræða sem kemur mjög oft upp, bara hvað það er sem næri inn í umræðuna og auðvitað eins og til dæmis þegar við vorum að tala flóttamenn frá Sýrlandi og bátafólk að það var búið að vera að gerast í marga mánuði og verið raunverulega 2 ár áður en við virkilega vöknum upp og sáum hvílíkar hörmungar þetta voru. En næsta spurning. Já, ég var bara svona velta fyrir mér að maður hefur séð fréttir núna svona undanfarið af hælisleitendum sem er hafnað á Íslandi. Og ég var bara að velta fyrir mér hversu sterk þurfa sönnunargögnin að vera og hver þurfa sönnunargögnin að vera fyrir því að fólk sé í rauninni ofsótt eða í hættu.
Sko, þetta ef við tölum svona almennt, þá ríkjum dálítið látið það eftir að meta það hvað þurfum mikla sönnunarbyrði og í rauninni kannski mikilvægt að vita líka að þetta í rauninni það tvenns konar vernd sem þú getur fengið. Þú getur fengið vernd vegna þess að þú getur fært fram sönnur á það að þú sért ofsóttur persónulega í heimalandinu og þess vegna sé þér ekki vært. Þú getur líka fengið svokallaða viðbótarvernd þar sem að þú þarft í rauninni bara að sýna fram á það að þú sért að koma frá landi þar sem engum er vært, það að segja eins og Sýrland núna, þar sem styrjaldarástand. Og þeir sem að koma frá slíkum löndum þurfi ekki að færa fram sönnur og nætt. En síðan alls konar álitamál þarna inn á milli. Fólk sem að koma til dæmis frá löndum á Balkanskaganum, þeim oft ekki vært í heimalandinu, en það kannski út af einhverju öðru heldur en beinlínis ofsóknum yfirvalda. Það getur verið vegna blóðhefndarfyrirkomulagsins þar sem að ein fjölskylda stendur í stríði við aðra fjölskyldu og þess vegna meðlimum þeirrar fjölskyldu ekki vært á svæðinu og það mjög mismunandi hvernig ríki taka á þessu, hvort þau viðurkenna þetta sem ástæðu fyrir ástæðu ríkum ótta við ofsóknir eins og orðalagið í samningnum. Þannig að sko, yfirleitt það nú samt þannig að ef menn geta sýnt fram á með svona nokkuð sterkum líkum að það sé verið að ofsækja í heimalandinu, þá dugar oft til dæmis bara lögregluskýrsla eða blaðagrein eða eitthvað slíkt. Sko. Þetta ekki svona réttarfarsleg sönnunarbyrði þar sem að þú ert ekki flóttamaður, þá þar til þú sannar það og sért það eitthvað með óyggjandi ráðum og vitnum og svona. Það ekki svoleiðis. Næsta spurning. Já, mér langaði til þess að spyrja því sem að Þórir vék að áðan, að hann talaði um það að við værum langt undir hér á landi í þróunaraðstoð, alls ekki sambærilegt við það sem gerist hvorki á Norðurlöndum né annars staðar í Evrópu. Og Eyja Margrét nefndi að við værum viljið til að hjálpa þegar að svona neyðin blasti við. Mér langaði til þess að beina því til ykkar hvort þið gæti svona hugleitt aðeins eða velta aðeins vöngum yfir því. Hvað haldið þið að þurfa að gerast til þess að við hér á landi finnum til meiri ábyrgðar gagnvart fólki í þriðju heiminum og gagnvart þróunaraðstoð en ekki einvörðungu að bregðast við neyð þegar hún skerandi heldur svona að við setjum okkur með einhverja stefnu. Hvað haldið þið að þurfa að gerast til þess að við öxlum svona það sem okkur myndi finnast kannski viðunandi ábyrgð hér í okkar samfélagi gagnvart þróunarríkjum? Takk. Þroskast aðeins. Nei, þetta dálítið merkilegt að sko Íslendingar tökum bara ákvarðanir Alþingis. Hafa alveg aftur til sko 1980 að minnstakosti haft þá stefnu að gefa jafn mikið og norrænar þjóðir til dæmis. Sameinuðu þjóðirnar hafa ákveðið takmark, 0,7% af vergri landsframleiðslu og við höfum haft þetta opinbera markmið allan tíman. En síðan þegar kemur að því að útdeila peningunum, þá rökkva menn alltaf tilbaka. Og ég get eiginlega ekki svarað þessari spurningu, hvað veldur því að við setjum okkur eitthvað markmið og stöndum svo alls ekki við þau þegar kemur að því að útdeila peningunum. Það ráðgáta. Því að þegar við erum að tala líka þróunaraðstoð, þá erum við náttúrulega fyrst og fremst að hugsa sko, við veitum peningum til viðkomandi lands og erum að byggja upp þar og þá erum við ekki að tala flóttamenn eða taka við fólki endilega. Nei, þetta vissu, já sko, þróunar samvinna eiginlega tvíþætt orð. Það annars vegar notað sem svona yfirheiti á þessu öllu, til dæmis innan utanríkisráðuneytis þá þróunar samvinnu svið og þar neyðaraðstoð, flóttamenn og margt annað sem fellur undir saman með þróunarsamvinnu nefnd OECD, efnahags- og framfarastofnana, sem að lítur á þróunarsamvinnu svona í heild sem eitthvað sem nær yfir allt og síðan þróunarsamvinna sem að frá ríki til ríkis og það svona undirflokkur líka sem heitir sama nafni. Þannig að svona í heildina þá hefum við aldrei
Í heildina eru við að gefa, þar að segja, í opinberum framlögum eitthvað 0,21–2% meðan stefna Sameinuðu þjóðanna er 0,7% og Norðurlandaþjóðirnar hinar að gefa svona frá 0,7–1%. Getur verið að þetta hafi eitthvað með svona sjálfsmynd Íslendinga að gera, að við séum svo fámenn og þess vegna þurfum við að fá alls konar undanþágur og sér ákvæði og svona eins og það er náttúrulega mjög oft svona vísað í eitthvað svoleiðis að Íslendingar þurfi undanþágur í hinu og þessu og þess vegna sé ekki og að við þurfum aðstoð og að það sé svo erfitt fyrir Íslendinga hitt og þetta og að þess vegna sé ekki hægt að ætlast til þess af okkur að við séum að aðstoða. Sem gengur dálítið gegn því þegar við erum alltaf að stæra okkur af því að vera mest og best miðað við fólksfjölda eða já, þetta er náttúrulega mótsagnakennt. En hvað allir þurfum það til að hefur einhverjar svona pælingar það? Hvað allir þurfum við til að þetta breytist? Já, ég held að kannski hafi Þórir bara hitt naglann á höfuðið þarna áðan þar að þroskast. Já. Hvernig svo við förum að því? Já, það er svo oft spurning hvernig förum við að því? Hvernig þroskast við að þessu leyti? Hún Sigríður Víðis Jónsdóttir skrifaði ritgerð einmitt við þennan skóla sem að fjallaði það af hverju eða eigum við að gefa, eigum við að hjálpa, ber okkur að hjálpa. Og hún fór svona í gegnum þetta dálítið og niðurstaða hennar var að ástæðan fyrir því að við ættum að hjálpa væri svo að við eiginlega gerum ráð fyrir því að aðrir hjálpi okkur ef við lendum í einhverju. Og ef það er þannig, þá held ég að ef einhverjum ber að hjálpa, þá er það Íslendingum. Við erum þessi fámenna berskjaldaða þjóð sem að getur lent í ofboðslegum áföllum af völdum náttúrunnar. Þannig að ef að við vonumst eftir því að fá aðstoð frá einhverjum öðrum þegar að slíkt gerist, að þá held ég að vera eins gott fyrir okkur að hysja upp okkur buxurnar og hjálpa betur. Og við höfum þegið mikla hjálp við slíkar aðstæður. Þannig að við ættum að það ætti að hafa þroskað okkur kannski meira heldur en raun ber vitni en þetta er kannski svona og kannski er einmitt líka núna tækifæri til að það sem er að gerast núna að virkilega að vinna með þetta svona og reyna að ná þessum þroska eða allavega eitthvað skref í áttina. En þá komum við næstu spurningu. Já, góðan dag. Friðrik heiti ég. Þetta er spurning flóttafólk. Að hve miklu leyti ræður flóttafólk forsendum sjálft þegar kemur að þeirri aðstöðu sem það fá veitt? Til dæmis hvar þeir með að búa og hver eru fjölskyldinu með að koma með það? Og finnst ykkur ætti að ráða meira eða minna það? Þegar að flóttafólki er boðið til landsins, það er að segja að við erum að tala kvótaflóttamenn, þá ráða þeir því hvort þeir vilji koma til Íslands í upphafi. Það er boðið upp á að koma ekki og þá kannski velja eitthvað annar land í staðinn. En þegar þeir koma til Íslands þá er þeim útvegað sveitarfélag þar sem að viðkomandi búa fyrsta árið. Þannig að fyrsta árið er valið ekkert mjög mikið vegna þess að það er boðið upp á þetta í rauninni. Þú ert að fara til Hafnarfjarðar, Akureyrar, Kópavogs. Eftir það geta menn gert það sem þeir vilja. Flestir eru áfram í sveitarfélaginu, aðrir flytja sig. Þeir sem að fara út á land, þar er oft spurt eða sagt sem svo, já þeir fóru síðan allir til Reykjavíkur, af hverju voru við að taka á móti þessum fjölda í heilt ár. Þá er það oft bara eins og er með Íslendinga sjálfa, menn ákveða að fara eitthvað því það er einhver ættingi þar eða það er vinna þar eða eitthvað slíkt. Menn koma inn á svona í ákveðin ramma, það er ákveðin rammi í kringum fjárhagsaðstoð og við erum stundum spurð hjá Rauða krossinum að því að við erum að útvega stuðningsfjölskyldur að þá segir flóttafólk,
verði ég að þiggja stuðningsfjölskylduna og við erum að gera ráð fyrir því að fólk vilji fá stuðning en það þarf ekkert að vera og kannski þurfum við líka að gera okkur grein fyrir því og segja fólki sko, þetta er eitthvað sem þú getur fengið og þú þarft ekkert að fá það ef þú vilt ekki. Já, og svo náttúrulega þegar fólk komið til landsins að þá það jafn frjálst og aðrir Íslendingar að flytja búferlum eftir einhver tíma. Þannig að það ekki hægt að setja á einhver sérstaklega kvaðir. Nei. Þannig að þó það sé kannski gert ráð fyrir þessu 1 ár að við komum til stað með fólk að koma sér fyrir. Þannig að fólk hefur náttúrulega sömu réttindi og við væntanlega. Vonandi. En það er alltaf merkilegt að fólki finnst einhvern veginn að það ber einhverja ríkari skyldur til að vera á staðnum. Já, og það er fleira í þessu. Þess vegna er þetta svo góð spurning, sko, segjum til dæmis bara varðandi húsbúnað sem að fólk fær í íbúðina sem það er að flytja inn í. Rauði krossinn er að safna húsbúnaði til þess að fara með inn í íbúðina. Við munum væntanlega aðstofa fólk við að kaupa eða jafnvel kaupa fyrir það ákveðin heimilistæki og þetta er stuðning sem að fólkið fær. Við vorum til dæmis að breyta því núna og þetta á við ekki bara flóttafólk heldur almennt hvernig við úthlutum fatnaði Rauði krossinn. Við vorum með svokallaða úthlutun þar sem menn komu og gátu að vísu valið sér en það var takmarkað úrval. Og við vorum að breyta yfir í svona kortakerfi þar sem að menn fá bara lítið kort sem er peningaupphæð og það getur farið inn í verslun Rauða krossins og keypt sér það sem það vill kaupa og það er svona töluverður munur á þeirri virðingu sem fólki er sýnt á því hvort þú úthlutar eitthvað eða hvort að fólk getur valið sér sjálft, þannig að þetta er mjög góð spurning. Já, maður verður auðvitað að gera ráð fyrir að fólki líki kannski ekki hvort það er fatnaður eða húsbúnaður sem þið er úthlutað. Nákvæmlega. Og það er kannski ekki endilega sko vanþakklátt fyrir bragðið. Nei, þetta er góð til að byrja með og svo getur fólk breytt til eða og einmitt fá að velja meira eins og maður vill bara velja sitt nánasta umhverfi. Já, maður getur jafnvel haft skoðanir á því. Og við nákvæmlega. Næsta spurning þá. Hver ætlar að vera næstur? Góðan daginn, heiti Marjón, eru innflytjendur sjálf. Ég ætla að spyrja þig, þú talaði í byrjun að þegar flóttamenn ætla að koma hingað, það verður veitt hjálp fyrir þau, flóttamenn, og líka fyrir Íslendingar að taka á móti svoleiðis verkefni. Hvað er það? Hvers konar hjálp ætlið þið að gefa Íslendingar til að takast á móti flóttamenn? Já, ég var að tala að við erum bæði að aðstoða fólk við að aðlagast samfélaginu og að sko reyna að fá samfélagi til að aðlagast fólki og ólíku fólki sem er allt í einu. Við stöndum reyndar fyrir svona ákveðinni herferð núna sem var eitthvað sem var til í framhaldi af mikilli stefnumótun sem við fórum í. Gáum út skýrslu sem bara yfirskriftin hvar þrengir að og eina niðurstöðum þeirra skýrslu var að innflytjendur að þeir njóta ekki alveg fullra réttinda í samfélaginu. Kannski vil ekki segja ekki mannréttinda en sko það er erfiðara fyrir fólk sem talar ekki fullkomna íslensku að bara gera ákveðna hluti, að fá íbúð til dæmis eða vinnu við sitt hæfi og meðal þess sem við ákváðum að gera var að fara í herferð hún ber yfirskriftina Vertu næs sem við getum deilt hvort það sé góð yfirskrift eða ekki en hugmyndin er að við reynum að vera aðeins þolinmóðari gagnvart því að fólk tala ekki tungumálið til dæmis jafnvel og aðrir að við reynum að búa til betra samfélag þar sem að svona hinir ólíku hópar geta lifað saman. Þetta er svona málsvara herferð sem er í gangi og við erum til dæmis með námskeið í gangi sem að tengist þessu þar sem að einn Íslendingur reyndar af
erlendum ættumenn sem er klárlega Íslendingur og annar sem innflytjandi koma saman og við erum að bjóða fyrirtækjum upp á að fá þetta námskeið þar sem er farið í gegnum það hvað það er að vera innflytjandi á Íslandi og þannig að það er ýmislegt svona sem við erum að gera en þetta auðvitað svo stórt verkefni að það kannski bara dropi í hafið af því sem hægt að gera til þess að gera Ísland svona einhvern veginn meira að Íslendingum þyki þægilegra að hér búi alls konar fólk, ekki bara fólk sem hefur verið hér ætt fram af ætt. Næsta spurning frá, já. Já, ég heiti Elstad og mér langar að spyrja, en nú maður sér mest í fjölmiðlum það að hælisleitendum sé hafnað og maður fær það tilfinningu því að meiri hluta hælisumsókna sé hafnað. Er það raunin og ef svo er það eitthvað sem þarf að breytast? Það allir sé ekki meiri hluti sem hafnað, jú, alveg klárlega. Til 1. nóvember á þessu ári þá hefðu borist 275 hælisumsóknir. Það er að segja 275 manns sem hefðu komið og beðið hæli á Íslandi. Ég held að við sem að tala eitthvað 50-60 á þessu ári sem að fá leyfi til þess að vera, þannig að það gefur kannski einhverja hugmynd tölurnar. Þetta svona dálítið breytilegt. Það hefur aðeins verið að aukast að fólki hafi verið veitt vernd sem við köllum sko. Hætt að tala hæli út af þessum, það er talað vernd og síðan viðbótarvernd. Þannig að já, enn flestum hafnað og það vegna þess að þeir koma frá einhverju öðru Schengen-landi og eru þá sendir aftur þangað. Og það þetta Dyflinnarsamkomulag sem talað það sem að hvert Schengen-ríki segir sem svo ef að mál þessa einstaklings hefur verið tekið fyrir í öðru Schengen-landi þá hann alltaf sendur þangað. Og það heilmikil umræða þetta og til dæmis skoðun Rauða krossins að það ekki að senda fólk aftur til Grikklands, svo dæmis tekið. Við erum að leggja til að fólk sem að koma frá Ítalíu, að það sé ekki sendt þangað heldur, Ungverjaland sömuleiðis og að við tökum tillit til þess að fólk að koma úr óþolandi aðstæðum, að við sé ekki að senda tilbaka bara því að það Schengenland. Það bara aðeins til að spurning viðbót. Þá kannski bara til þess að ljúka þess að því þú varst að tala þetta átak ykkar vertu næs og þessi svona menningarlega kannski tregða eða íslenskt samfélag kannski svolítið lokað. Tungumálið erfitt og þetta og það hvernig getum við svona kannski unnið meira með þetta vegna þess að þetta eru hömlur fyrir hvern svo sem kemur inn í íslenskt samfélag sem stendur fyrir utan. Og það einhvern veginn eins og að sé bara hluti af þessu og þeir líka partur af því að við viljum vernda okkar tungu og við viljum vernda fyrir erlendum áhrifum. Við höfum farið í gegnum hreinsanir á íslenskunni, í gegnum tíðina. Erum við, bara þú aðeins svona pælir í þessu með okkur, svona bara þessar menningarlegu rök til dæmis fyrir að við þurfum að halda okkar menningu einhvern veginn vendana fyrir áhrifum sem geta mögulega sko eyðilagt eða skemmt einhvern veginn eða. Já, ég held að þetta séu svona einhver svona hálfgerðar eiginlega mótsagnir í þessu sko, sem koma upp að það sé bæði verið að reyna að halda svona stíft í að vernda allt þetta íslenska og á sama tíma og það á að vera opið fyrir erlendum áhrifum augljóslega og þannig að einhvern veginn þarf að finna leið til þess að leysa það. Og einhver hræðsla, kannski einhver djúp hræðsla við þessar breytingar. Já. Að tungumálið breytist eða. Einmitt og það
og það áreiðanlega, ég held að sé ekki spurning að það sé erfitt að koma inn í íslenskt samfélag og það ekki bara held ég út af þessum svona, út af verndun íslenskra tungu heldur eru Íslendingar einhvern veginn ofboðslega fastir í svona einhvern veginn sínum heimi. Það náttúrulega bara allar þessar spurningar hvernig Íslendingar tala saman. Það fara alltaf að spyrja hvar varst þú í skóla, þekkirðu þennan, þekkirðu Stínu þarna frá Siglufirði eða eitthvað Já, þessi orðræða. Já, og það fara alltaf að tengja alla við einhverja ættingja sína eða vini eða einhverja svona og þurfa alltaf að tengja allt fólk sem hitta við einhverja svona og þannig og lenda svo í algjörum vandræðum með einhverja sem að koma frá einhverju öðru landi og þau geta ekki staðsetta og inn í kerfinu sínu. Já. En þetta líka eilíða spurning á Íslandi, sko. Halldór Laxness fjallaði þetta í sjálfstæðu fólki, sko. Hvað viljum við sækja út fyrir svona okkar þægindaram eða viljum við svona vera bara ein og glöð í okkar og einangruð og taka ekki við áhrifum frá öðrum þjóðum og svona. Já. Þannig að þetta hefur alltaf verið ákveðin dans sem við höfum verið að stíga á Íslandi og náttúrulega mikla breytingar á samfélaginu bara á síðustu árum. Já, einmitt. Þannig að það má nú búast við séum að taka út svolítið þroska, það ekki? Ég held að við ljúkum þessu á þessum nótum. Þakka kærlega fyrir Þórir og Eyja Margrét og ykkur nemendur fyrir góða spurningar og þá umræðu tímanum okkar lokið að sinni. Takk fyrir.